Hafliði, hvernig hefur undirbúningar gengið? Hann hefur gengið mjög vel, undirbúningar. Það er búið að vera svona búin að vera kljást við mikinn hita og mikla sól en hrossin í mjög góðu standi. Við vorum enda við dýralandskoðun í morgun og knaparnir í toppstandi. Mikið álagsamt. Já. Hvernig er svona stemningin í hópnum? Stemmingin er mjög góð, hún er alveg frábær og nú svona út frá þessum degi, nú voru kynbótasýningar að byrja, bæði byggingadómur og hæfileikar 500 hesta sem eru á eftir. Þá svona minnkar örlítið álagið vegna við erum búin að nýta tímann mikið til æfingar og venja hrossin við og það er náttúrulega þurft að baða þau 2-3 á dag og bæði menn og hesta. Svo það kemur svona út frá þessu meiri hvíld, við höfum þurft að vakna hér 5 á morgnana og koma heim kannski klukkan 12 á kvöldin. Það er álag og rosalega álag. Hefur þurft að nota speki Guðmundar Guðmundssonar mikið til þessa? Já, þetta er hvort það sé speki Guðmund, en þetta er náttúrulega þessi ákveðna íþrótt og sálfræði og eins og ég segi, ég legg náttúrulega ofsalegt kapp á það undir að finna núna fyrir því að við þurfum að finna mikið að hvíldartíma núna og það sem við erum akkurat að gera hérna í þessu tjaldi. Ég hef nú reynda fyrstur sem fór hérna í nudd og hérna koma svefnbekkir og fólk þarf að komast úr þessum hita til 37–40 stiga hiti og mikið sól og þú verður alveg gersamlega tæmir bara banka með því að hanga yfir öllum maturinn sem eru hérna og það verður sem sagt, þetta verður kappkostað að það sé mikið hvíld á knöppum. Og hestarnir í allir topplægum? Við fengum nú bara stór klapp. Við fórum öll hrossin í dýrlandsskoðun, þar að segja kynbótahrossin í gær og sporthrossin í morgun klukkan 6 og við fengum bara stór klapp fyrir hvað hrossin voru hérna skal ég segja hvað hrossin voru hérna hvað er þetta, engelskbreyta? Hvað hrossin voru ferskbara og heilbrigð og það er náttúrulega alveg frábært vegna þess að minnstu eymsl geta náttúrulega stöðvað okkur í leik. Það er dýrt. Sýnir það ekki hvers konar ótrúlegur hestur þetta er að geta komið í svona hita og þess að segja, bara leika ekki niður eins og við? Jú, en þetta sýnir líka hversu ótrúlega góða knapa við höfum vegna þess að sko knapinn, maðurinn tekur höndum skepnuna og sýnir rauninni hvernig við höfum meðhandla hann. Enda náttúrulega, eins og segi, hefur þetta náttúrulega álag verið 2-3-falt og nú er komið að því að þegar mótið hefst að knaparnir geti einbeitt sig meira bara að prógrami og að því að æfingatímanir verða sem sagt heila búnir. Og peppfundina gengið vel? Já, þetta er svona reynd bara eins og í öllum góðum íþróttagreinum að halda dálítið léttri stemmingu en alvarlegri og menn þurfa að hafa gaman að því. Fyrst og fremst erum við náttúrulega komin til þess að hafa gaman að því og standa okkur vel fyrir þjóð okkar og vera okkur til sóma. Það er að fyrsta en íþrótt er íþrótt og sá sem stendur hæstur á þeim tímabúndi sem kepptir, hann bara, óskum hann bara til hamingju með sigur þá. Þeir voru grínast með strákarnir að þú væri núna bara búin að vera upp á hóteli að æfa þig að stafa Ísland. Hvað er mál með það? Já, þetta var nú svona æfing hjá okkur. Við ákveðum að taka svona smá slagorð og peppa okkur upp og ég glemdi þennan S-un í Íslandi en það var nú bara leið að því. Þetta var þrítekið upp en mér skilst að tæknin hjá þessum sjónvarpsmönnum sem er svo mikil að þetta var nú klift saman og volandi ef þetta komið vel út. Ég beitti mig frekar að ég reyna að ná upp ákveðni stemmingu í röddina heldur en að lesa textan. En var þetta ekki bara ágætt? Létti þetta ekki móralinu í liðinu? Jú, þeir eru búin allan leiða mikið að þessu og það er ágætt að geta leiðið einhverju. Það má ekki vera alvaran alveg fram yfir miðnætti. En þetta er spennandi, Hafliði, og gangið bara vel. Takk hérlega. Öllum. Takk. Hvernig datt ykkur þetta í huga að vera með nudd? Þetta er alfarið hugmyndur á Hafliða og þetta er að virka ekki. Ég á þetta eftir að koma aftur í nudd. Það er alveg á þeirri. Þetta er bara alvöru nuddbekkur líka? Já, þetta er próf. Þetta máttu koma mikið fyrr. Já. Svo ætla að vera svefnbekki bara hérna og svo getur fólk bara eftir nuddið bara leggst hérna út af í hálftíma klukkutíma. Það er svo þægilegt að fara í burtu aðeins.
hvað þá fyrir gnapan sem eru alveg bara í hesthúsinu 20 tíma sól.